Sæl og eru velkomin í þáttun okkar á leitandi.is þar sem við erum búin að vera að skoða fermingar 2018, mæta í kirkjur, sjá undirbúninginn, hitta krakka á æfingum og tala við þau og heyra hvað þeim finnst það að vera að fermast og allt það sem því tengist. Nú, það er að koma vor og við erum búin að líka spyrjast fyrir í söfnuðum og í æskulýðsstarfi og barnastarfi og unglingastarfi hvað er verið að gerast og hvað er að gerast þar hjá þeim. Og við ætlum aðeins að skoða það í dag, hvernig er verið að undirbúa vorið og sumarið. Nú, hjá okkur, við tókum nokkur innslög þar sem við horfðum á, fórum til Keflavíkur og töluðum við krakka sem er að æfa fyrir list án landamæra. Við fengum líka krakki heimsókn hingað í stúdíóið og við fórum í fermingu í Keflavík þar sem að Arnór Vilbergs og Erla Guðmundsdóttir ásamt Fritz Jörgensen voru að stýra fermingarathöfn og gríðarlega skemmtileg stemning þar. Einnig mætti til okkar í viðtal hún Jóhanna Gísladóttir, prestur og formaður kvenna í prestastétt og sagði okkur aðeins frá því sem er að gerast ásamt því að rifja upp sína eigin fermingu. En í dag ætlum að byrja því að fara í Keflavík og hitta krakkana sem eru að æfa fyrir tónleika List án landamæra sem verða í Hljómahöllinni 19. apríl. Ég heiti Halla Karen og er verkefnastjóri Hljómlistar án landamæra sem eru tónleikar sem verða haldnir sumardaginn 1. í Hljómahöllinni. Ég heiti Guðný Kristjánsdóttir og ég kem að þessu á skemmtilegan hátt. Ég er að hitta þessa listamenn sem að koma fram á þessari hátíð og stilla saman æfingar og svona fyrir þau. Og það er svolítið skemmtilegt að segja frá það líka að á þessum viðburði koma atriði frá Akranesi, frá Reykjavík og frá Selfossi og svo hérna náttúrulega frá Reykjanesbæ. Já, ég heiti Gía Eyjólfsdóttir og kem frá Grindavík og ég er meðlimur í kórnum Vox Felix sem er svona samstarfsverkefni í kirkjana á Suðurnesjum og núna stöndum við frammi fyrir verkefni sem við erum búin að taka þátt í ég held núna í 3. sinn sem heitir List án landamæra og er haldið í Reykjanesbæ. Við höldum yfirleitt tvenna tónleika yfir árið og það er annars vegar vortónleikar og svo jóltónleikar og núna ætlum við að halda vortónleika núna 24. apríl og 15. maí hér í Keflavík og svo í Neskirkju í Reykjavík. Ég heiti Davíð Már Guðmundsson. Sæll Davíð. Það var gaman. Það var bara mér. Bara stuð. Þvílíkt stuð. Já, bara stuð. Hvað er að fara að gera svo? Það er að syngja alls konar lög. Svo bara skemmtilegt og gaman. Og þetta eru fatlaðir og ófatlaðir tónlistamenn sem að koma fram saman og við erum með þekkta tónlistamenn sem að koma fram og þau æfa saman eitthvað lag sem að þau síðan taka á þessum tónleikum og við erum með flotta kynna með okkur í ár, við erum með Gunna og Felix með okkur þannig að þetta verður alveg dúndur skemmtilegt, stapanum og flýtti. Það vantar ekki kraftinn í þessa krakka og ótrúlega gaman að sjá hvað það er mikið fjör á æfingunni hjá þeim. Endilega munið í Hljómahöllinni 19. apríl næstkomandi. Þar verður List án landamæra með Vox Felix og Gimsteinum. Hér í stúdíónu þá áttum við mjög skemmtilega uppákomu fyrir 2 dögum. En þá kom 5 hressir krakkar sem að taka þátt í 10-12 ára starfi hjá henni Ásölinn sem er æskulýðsfulltrúi hér við Neskirkju og þau bara hreinlega heimtuðu að fá viðtal þar sem þau vildu segja okkur frá ferð sinni í Vatnaskó og því sem er á döfinni hjá þeim. Hæ. Velkomin. Takk hérlega fyrir. Heyrðu segið mér hvað heitið þið? Ég heiti Ellen. Ég heiti Arna. Ég heiti Marja. Ég heiti Haukur. Ég heiti Kristín Björg. Og hvað eru þið að gera? Við erum í viðtali. Nú, eru þið hjá Ásu í Kirkjustarfinu. Í kirkjustarfinu, já. Já.
Getið þið sagt mér eitthvað frá því? Til dæmis núna að gera ramma. Við erum að gera svona ramma sem handa Polaroid myndavél með bara myndum. Það notum við svona klemmur til að hengja á bönd sem eru límd við ramman. Ok. Já. Og hvernig myndir eru þið búin að vera að taka? Þetta er bara okkar eigin myndir. Ykkar eigin myndir sem að þið bara komið með heima frá okkur eða tókuð þær sjálf eða? Bara sama. Við tökum það bara sjálfur og við setjum bara svona áskrifunum við myndavél og svo prentast bara myndin út á stofunum í myndavélunni. Ok, en skemmtilegt. Og hvað eru þið búin að gera marga ramma? Við fáum einn á mann og við erum saman. Þið eru saman, já, og þið eru að deila? Já, við erum systkini. Þið eru systkini, já. Segið mér, þið fóruð í vatnaskóðum daginn? Já. Er einhver sem vil segja mér frá því? Við fórum í rútu og það hittast allar kirkjur sem eru með kirkjustarf og við gistum yfir nótt og gerum alls konar. Voruð þið lengi í rútunni? Já. Það tekur 45 mínútur. 45 mínútur? Það er lengi. Vilt þú segja mér frá ferðalaginu? Já, við fórum í gegnum göngin, eða við keyrðum bara í gegnum bæinn. Við byrjuðum í Árbæjarkirkju og þar hittist allar kirkjunar. Og þar hittist allar út í göngin og niður í Vatnaskjól. Ok. Og hvernig er að koma í Vatnaskjól? Geturðu sagt mér hvernig Vatnaskjól lítur út? Ég hef aldrei komið á. Það eru sumarbúðir sem við fengum að gista í einu nótt. Hvernig líta svona sumarbúðir út? Það er bara hús með mörgum herbergjum, með kojum, þar sem margir gista saman. Ok. Og borða menn allir bara í rúmunum sínum eða? Nei, síðan er annað hús með matsal, þar sem við borðum morgunmat og hádegismat og kvöldkaffi og kvöldmat. Já. Hvað voru margir krakkar sem voru að koma þarna, veistu það? Bara margir. Þetta var líka bara það fyrir eftir síðast þegar við fórum þetta eru 2 ára, þetta var annað árið sem við fórum. Það var bara eftir, til dæmis við lendum með annarri kirkju síðast, fyrsta árið okkar, en núna vorum við bara eina, það var bara fínt, það var bara svo fín herberginu, svo fengum við bara tala smá og kvöldvaka og bara alls konar eitthvað svona skemmtilegt. Hvað gerðu það á kvöldvökunni? Á kvöldvökunni þá fá allir þá máttu allir koma með eitthvað skemmtiatriði. Hverja kirkjur, við höfum samt ekkert neitt, við vorum ekki búin að plana neitt og við syngjum svo lög og stundum er leikir. Það voru leikir í fyrra en ekki núna og svo förum við bara upp í rúm og megum tala saman og svo förum við að sofa. Ok, en hvað fannst þér skemmtilegast að skemmtiatriði? Það var eitthvað skemmtiatriði sem ég lék í óvænt. Nú, segðu það því. Það var einn strákur sem við kynntumst fyrir sumarið og síðan hittumst við bara fyrir tilvíðun þarna. Og hann vildi ekki taka þátt og ég ákvað að taka þátt fyrir hann bara í atriðinu fyrir kirkjuna hans. Einfint, og hvað varst að gera? Ég var bara að herma eftir einstaklingunum við hliðina á mér. Og líka, þetta er bara þetta er kvöldvaka og svo er sum atriði búin að undirbúa, til dæmis Árbæjarkirkja búin að undirbúa eitthvað svaka kindatriði eða eitthvað. Hvað, kindatriði? Nei, ég er svona geiturnar 3 og geiturnar 7. Og svo var bara svo læddust við reyndar og svo fórum við bara inn í herbergi og þá reyndar fengum okkur smá nammi, svo fórum við bara upp í kojurnar og vorum bara að tala saman. Svo fórum við bara að sofa og svo vaknaði við bara, ég vaknaði reyndar síðust. Þótt ég vaknaði fyrst en svo sofnaði ég aftur. Gott að sofa. Svo bara fórum við í rúturnar og fórum bara heim. Já. Og kvöddum allar kirkjurnar. Ok. Við kynnumst líka. Það er alltaf, við kynnumst, maður verður ekki bestu vinir þarna en maður kynnst alveg frekar. Við kynnumst til dæmis í fyrra stelpum sem eru í 7. bekk núna og við hittum þær og vorum bara með þeim og það var
var svo gaman út af því að við vorum með þeim í herbyggja og þau kom alltaf með mesta nammi og við vorum ógeðslega lítið bara svona lítið bókum með þau komum bara með kíló meira. Hvað fannst þér skemmtilegast? Mér var skemmtilegast í ratleiknum og þegar við vorum í hoppuköstalum og kvöldtökunni. Segðu mér aðeins frá ratleiknum. Hvernig gerist það? Hvernig ratleik fóruð í? Það eru nokkru hópar og bara oftast kirkjurnar saman og maður fær blað og maður á að leita svona, maður á að gera þrautir og leysa þrautir og fá stimpla fyrir hverja þraut. Síðan þegar maður er búinn með allt þá er maður skilið og fara í hoppuköstala. Mér finnst það skemmtilegast. Það er frábært. Hvað fannst þér skemmtilegast? Mér fannst líka skemmtilegast ratleikurinn en mér finnst dálítið standa upp úr hoppuköstalum. Voru margir í hoppukastalum í einu? Já, og svo voru hoppukastalir og svo vorum við búin að búa til svona bolta úr dagblöðum, notuðum límband utanum og svo notuðum við það sem skotbolta og við notuðum hoppukastalana sem svona virki fyrir hvert og eitt lið og svo var bara stríð. Ok. Getur þú sagt mér eitthvað aðeins frá söngdagskránum? Voru að syngja mikið að það líka? Já, við vorum að syngja bara alls konar eitthvað. Það var eitthvað, velta eitthvað. Það var velta, setja, standa eitthvað. Það var veltandi. Já, og svo sungum við bara alls konar lög. Við sungum kirkjulega, bara svona kristilega eitthvað Jesú og eitthvað. Svona hermilög. Nei, ekki hermilög. Hæ, þá segir einhver hæ svona, og segir eitthvað Jósef og María. Nei, þetta var líka oft svona lið, þannig að við sátum kannski í þessari röð og svo voru það voru renningur hérna megin og svo voru renningur hérna, já. Og þá var einn kannski kennari með hérna og einu sinni var Ása með okkur og hvað heitir hann? Siggi skemmtilegi eða eitthvað. Og þá voru þeir og við vorum kannski einhver persóna í laginu og þau voru einhver persóna í laginu og þá skiptist við á að syngja persónu. Það var sem ég meinti áðan en var ekki rétt. Skil þig. Hvað er svo næst að gerast hjá okkur? Hvað er að fara að gera núna fyrir vorið og sumarið? Við erum að fara að gera stuttmynd bara til að leika okkur. Vel gert. Og hún verður örugglega á YouTube. Nei. Ef þið farið á heimasíðu Neskirkju, þá getið þið séð stuttmyndir fyrri ára. Ok. Þá farið þið í æskulýðsstarfið og veljið unglingaflokkur og netó. Og þar eru linkar á YouTube. Já. Stuttmyndinar. Okay. Svo eru líka bara svo líka svona í sumar. Það er svona þá koma krakkar og það eru hoppukastalar og bara alls konar krakkar og við erum örugglega að fara að hjálpa til í því og bara skemmtilega mála krakka og bara eitthvað leika okkur. Bara rosa skemmtilegt framundan, sko. Æðislegt. Og bara sumari hjá þér, þú gerir eitthvað skemmtilegt í sumar? Ég ætla að fara til útlanda með mömmu og systur minni. Æðislega. Veistu hvert? Til Svíþjóðar. Til Svíþjóðar. En þú? Ég ætla að fara á hestanámskeið sem heitir Faxaból og ég er í elsta flokki, búin að fara þar 3 eða 2 4 sinnum í elsta flokk. Ég er búin að fara þarna dálítið oft út af mér finnst skemmtilegt að vera á hestum. En þú? Ég er að fara í sumbúður í Ölver með vinkonu minni sem heitir Íris og við ætlum og ég er að fara í ævintýraflokk og ég er að fara í þriðja skipti. Ég fór í fyrra með Ellenni og svo fór ég í annað skipti bara alveg einn. Og svo er ég vitum við ekki, en kannski fær ég til útlanda. Ok. En þú? Ég er að fara á siglinganámskeið eða siglingaklúbb í Siglunesi og fara að sigla. Síðan líka að fara á rauðinámskeið með henni. Já, en frábært.
Ég að fara til með nýja tjaldið mitt sem ég fékk fyrir 1 ári held ég síðan, ég hef alltaf pröfað. Svo ég örugglega bara að fara til útlanda, örugglega breytt aftur til Spánar. Eiginlega alltaf til Spánar í sumar. Svo ég örugglega að fara á fransíski mín, fara á reiðnámskeið og hússtjórar. Ég allan að fara á reiðnámskeið og ég fór ekki fyrra. Og svo ég að fara á hússtjóranámskeið með Allan. Mikið rosalega spennandi og skemmtilegt sem þið að fara að gera. Kæra þakki fyrir að koma hérna og vilja spjalla við mig í smá stund í dag. Takk fyrir. Bara frábært vor og gott sumar. Takk sem liðis. Þeim vantar ekki verkefni þessum krökkum. Þau eru út allt og greinilega á fullu og sjálfur hlakka ég til að sjá hvaða stuttmynd þau eru að fara að gera og setja á YouTube eins og komið þar að. Nú, eitt sem ég langar að gera með ykkur að mér langar að sýna ykkur aðeins hvað leitandir að gera því að við erum að byrja og við erum að reyna að byggja upp okkar veru á netinu og það gerist auðvitað ekki nema með ykkar hjálp. Þannig að ég vil endilega biðja ykkur að setja athugasemdir í færslur undir svona útsendingar eins og þessa þar sem að þið segið ykkar skoðun, komið tillögur og ábendingar það sem við getum gert betur og við reynum auðvitað að gera það sem að hægt er. En ef við skoðum, ég fæ að fara með ykkur hérna aðeins á internetið. Nú ef ég fer með ykkur hérna inn á heimasíðu leitandi.is og sýni ykkur hvernig heimasíðan er byggð upp, að þá hérna á forsíðunni, þá erum við með fréttir og tilkynningar efst og förum niður þar sem við sjáum viðburðardagskrá, þar sem við erum búin að setja nokkra viðburði sem eru nú á næstunni og síðan koma pistlar sem hafa verið skrifaðir og sendir inn ýmist á trú.is eða beint til leitandi.is. Hver síða hér er með undirsíðu, þannig að þú getur farið inn í fréttir og tilkynningar og fengið eldri fréttir og leitað eftir tögum tímabilum eða leitarorðið titil og þar fundið einhverja frétt sem þú gætir hafa haft áhuga á. Það er nú komið ýmislegt hérna inn og yfirleitt reynum að vinna þetta þannig að við setjum inn eins og hér, að við setjum inn frétt það sem var að gerast á ákveðnum degi og skrifum síðan texta með því og setjum vídeóúrklippuna svo að þú getur þá deilt henni áfram ýmist á Facebook, Twitter eða með posti. Nú, ef við förum yfir í viðburðir hérna uppi og skoðum hvernig viðburðardagskráin er sett upp, að þá getur valið eftir landshluta, eftir tögum og tímabölum og líka eftir titli eða leitarorðum og séð þá hvað er á næstunni í starfi innan kirkjunar. Það er ekki mikið sem er í boði hérna á síðunni ennþá, en það er nú aðalega vegna þess að við höfum ekki náð að setja inn svo mikið af upplýsingum strax, en það kemur. Þetta er svona þeir helstu þættir sem við ætlum að benda á til að byrja með. En þetta er það sem heimasíðan er að fara að gera og hún virkar svona eins og staðinu þar sem allar upplýsingar munu á einum öðrum tíma verið settar inn. En ef við skoðum núna inn á hvað YouTube síðan er að gera, af því að allt efni sem við erum að framleiða, við setjum alltaf fyrst inn á YouTube og á síðu leitanda að það er alltaf hægt að skoða hvað hérna er í gangi og sérstaklega ef þú velur hérna vídeós að þá ættir að fá yfirlit yfir þau myndskeið sem að við höfum sett inn og geta þannig fundið ef það er eitthvað sem að þið vantar. Og hér er ýmissa grasa, við erum búin að gera eitt og annað og hér getur við fundið þá gamla þætti og innslög sem við höfum gert og sett á netið. Við setjum einnig upp svona afspiluna lista, svokallaða playlista, þar sem að við erum með til dæmis alla þættin í fermingunni, við söfnum saman upptökum eins og samtalum trú og aðrar framleiðslu sem við tökum að ykkur. Hér er til dæmis Búkstahúti sem voru flottir orgeltónleikar og þá getur við fengið alla tónleikana hér í raun og veru samsetta. Inn á Twitter þá koma alltaf tilkynningar þegar við erum búin að gera útsendingu og setja efni inn á YouTube. Þannig hér getið alltaf fundið það sem hefur verið sett af stað af því það gerist í raun og veru sjálfkrafa að efni færist hérna inn á Twitter. Þannig að það er eftir svona fyrstu upplýsingar það hvað við höfum verið að gera að þær koma hér. Og svo auðvitað á Facebook þar sem við reynum líka að dreifa efni, þar sem við setjum inn greinar, stöðufærslur, ýmislegt áhugavert sem við finnum og hér ættum við að finna svona bæði efni frá okkur og svo frá fleiri aðilum sem við erum að vinna með, hvort sem það er kirkjan eða aðra kirkjur hér og þar landið.
Við erum einnig að byrja að senda út póstlista og það kemur á heimasíðun okkar innan skamms þar sem þú getur skráð þig á þennan póstlista og fengið fréttabréf það sem í vændum og það sem á döfinni. Og við viljum endilega vonast til þess að þú takir vel í það að við sendum þér póst með upplýsingum okkar starf og starfið í kirkjunni. En í dag ætlum við að halda áfram og við ætlum að fara núna og heyra aðeins það hvernig gekk þegar krakkarnir í farskóla Ægiskáð voru að útskrifast. Þetta var rosa skemmtilegu viðburður og það voru margir krakkar sem voru að útskrifast núna og mikið fjölmenni sem mætti í Grensáskirkju. Skulum sjá hvernig stemningi var. Ég heiti Bjarki Birgisson. Hæ, ég heiti Lilja. Já, ég heiti Júlía. Ég heiti Arnar Óli. Já, ég heiti Íris og ég úr Laugarneskirkju. Já, ég heiti Sóley og ég kemur úr Árbæjarkirkju. Ég kem frá Selfosskirkju á Selfossi og ég búinn að vera í vetur í farskólanum. Farskólinn námskeið fyrir krakka í æskulýðsfélögum sem hafa mikinn áhuga á því að verða leiðtogar. Til að vekja upp eins og í leikjum þá að reyna að vera að vekja þau upp til að fá alla til að vera að virka. Hvernig maður, ef maður horfir á mannesku, hvernig maður getur séð eiginlega hvernig líður og já. Og svo erum við búin að vera að læra að gera dagskrá og leiki fyrir krakkana. Við erum búin að vera að syngja og tralla og við erum búin að setjast niður og tala mjög djúpa hluti. Og á þessum námskeiðum erum við búin að vera að byggja upp til dæmis að geta talað fyrir framan annað fólk. Lærum kirkjuna og trúna og bara ábyrgð og líka bara okkar sjálfsmynd. Já, sjálfsmynd okkar og hvernig við getum mótað sem einstaklingar orðið að betri leiðtogum og svoleiðis. Bara mjög mikið sem mun hjálpa okkur, ekki bara til þess að rækta okkur sem leiðtoga, heldur líka bara sem manneskjur. Og eða biðja fyrir einhverjum eins og að biðja fyrir flóttamönnum, þá getið þið sagt bara að þið vonið að allt komi fyrir og vona Guð hugsi mjög vel alla flóttamenn og svoleiðis og svo getur bara allt sem þið dettur í hug. Þakka fyrir fjölskyldu, þakka fyrir að eiga heima einhvers staðar, þakka fyrir mat og bara að vera lifandi. Það svolítið mikið svoleiðis. Bara það er náttúrulega bara félagsskapurinn líka, bara að vera með hver öðru og já, kynnast fólki eins og frá Selfossi og úr öðrum kirkjum og öðrum leiðtogum líka. Svo lærum við líka sjálfsvörn. Já. Mjög skemmtilegt, já. Alltaf gaman. Tókum heila 5 mínútur í það. Það búið mikið læti í okkur, mikið gaman. Já, mikill athyglisbrestur í hópnum. Já. Við erum öll ábyggilega með athyglisbrest. Þetta fer úr 100 í 0 og 0 upp í 100. Já, svo hægt að fá þetta sem einingar í mörgum framhaldsskólum. Ándjóks. Já, getur fengið þetta metið. Þú veit að allan aðeins í FMOS. Og núna erum við bara útskrifast, búin með áfangar. Við getum bara farið að hjálpa öðrum krökkum að ná sínum markmiðum í kirkjunni og svoleiðis. Þetta er svo öðruvísi krakkar. Bingo! Já, ég segi það alveg, ég stundum athyglisbresturinn að fara alveg með mig. Það bara svo margt og mikið skemmtilegt í gangi. En þegar við vorum í Keflavík, þá vorum við líka með í fermingu þar og fylgdust með þegar krakkarnir voru að fermast. Og það var hreinlega bara skemmtilegt. Líka að sjá bara hvað var afslöppuð og góð stemning meðal prestana og krakkana og allt það sem var í gangi. Þú mátt alveg segja mér að þetta sé hefð eins og þetta. Ég er í Keflavíkurkirkju. Ég er hefð að fara milli ferminga. Athöfnin fyrir eftir hátíð á pulsuvagnir í Keflavík. Af því að organistinn erfingi pulsuvagn. Pappans rekur hann og við erum að styrkja arfinnar. Ekkert annað. Skapa í mér þig, hjarta
í mig, að ég megi með fúsleik þjóna þér. Ok, komið Palli. Já, Arnór Pulsuköngur, organist í Keflavíkurkirkju, hann er bara hreinlega með þetta. Hann er ekki bara að stýra fermingarathöfnum, hann er líka að stýra listan landamæra og svo þegar drottningin kallar. Þannig að hann er greinilega maðurinn sem við ætlum að fara að fá okkur pulsu hjá næst þegar við förum í Keflavík. En það kom til mín góð kona, hún Jóhanna Gísladóttir, prestur í Langholtskirkju. Og það er ekkert smá hvað það er mikið að vera í Langholtskirkju. En Jóhanna, hún stýrir ýmsu og við bara ákveðum að segja, Jóhanna, segðu okkur hvað er í gangi. Við skulum fylgjast með. Hér er komið til mín Jóhanna Gísladóttir, prestur í Langholtskirkju. Og hún er einnig formaður félags prestvíðra kvenna. Vertu velkomin, Jóhanna. Þakka fyrir. Segðu mér félag prestvíðra kvenna. Hvað er það? Félag prestvíðra kvenna, það var stofnað fyrir rétt tæpum 10 árum síðan og var hugmyndin þá, svo ég vitni nú í bara upphafsfundin, var að efla samskipti kvenna á stéttinni og að búa til einhvers konar grundvöll þar sem við getum miðlað þekkingu til hvorar annarar, efla störf kvenna í stéttinni og að við getum þarna sótt stuðning hver til annarar þegar þess þyrfti. Já. Hvað eru margar konur félagar í félaginu núna? Við erum líklega 70 talsins. Við höldum ekki nákvæmt félagatal en það eru meira og minna allar prestvíðar konur í landinu félagskonur í þessu félagi. Já. Hvað eru þið að hittast ofta á ári? Hvernig lítur starfsemin út? Hvernig er starfsári hjá ykkur? Starfsemin er þannig að við erum með aðalfund alltaf einu svona ári í apríl í tengslum við aðalfund Prestafélags Íslands og svo erum við að hittast nokkur sinnum yfir árið með alls konar fræðslusamverur og eitthvað léttara stundum bara út að borða eða hittast yfir kaffibolla og höfum undanfarin ár þá höfum við verið að hittast í september alltaf og fagnað saman vígsluafmæli Auðar Eyrar sem var fyrsta prestvíðarkonan á Íslandi. Já. Mögnu kona, hún Auður Eyr, ég heyrði hana predika á Hólum á Hólahátíði fyrra. Gaman og svo leiftrandi skýr. Er hún virk í starfinu með ykkur? Er hún að koma og tala og taka þátt? Já, algjörlega mjög virk og hvetur okkur líka bara til dáða sem er mjög skemmtilegt og hefur komið og talað þegar við höfum óskað þess og mætir á samverur þegar hún hefur tíma til. Já. Segðu mér þarna svona 1-2 hápunktar frá síðast ári það sem þið voru að gera. Já, núna allra síðast þá vorum við með samveru þar sem við fengum fræðslu frá Andrési Jónssoni, almannatengli, þar sem hann var að ræða við okkur konurnar hvernig maður kemur fram í fjölmiðlum, hvernig við erum að bera okkur, hvað á að segja og hvað á ekki að segja þegar að verið að taka við mann viðtal til dæmis eins og núna. Og það var bara mjög gagnleg fræðsla sem við fengum þar og mjög þörf því að allir prestar lenda í því einhvern tímann að þurfa að mæta í viðtölu eða koma fram fyrir hönd kirkjunnar. Þannig að það var mjög gott að hlusta á hann en svo vorum við fyrra árinu, þá vorum við og kannski hápunktur þessa starfsárs, það var þegar við ákváðum að taka þátt í MeToo-byltingunni svo kallaðri. Þar sem við ákváðum að setja fram okkar sögur og undirskriftalista og styðja þannig við bakið á kynsystrum okkar í öðrum stéttum. Já. Þá fór töluverður tími í það hjá okkar félagi að undirbúa það vel og gera það vel. Já. Hvernig hafa viðtökurnar verið? Við þeirri áskorun, já, mjög góðar, nánast eingöngu jákvæðar og góðar og við höfum fengið stuðning bæði frá að sjálfsögðu Agnesi biskupi en líka öðrum prestum í stéttinni og bara vel tekið í þetta framlag og á okkur hlustað. Já. Þannig við vorum mjög ánægðar með þetta. Já. Finnst þér MeToo-byltingin, finnst þér verið að hafa áhrif? Já, ég myndi segja það. Ef ég horf bara innan kirkjunar algjörlega og ótrúlegasta fólk sem hefur tjáð sig við mig svona framvinduna og sagt sína skoðun bæði innan kirkjuna sem ég starfa og bara í þjóðkirkjunni allri. Að mér finnst einhvern veginn eins og við öll séum svona meira opin fyrir samtalinu mörk. Hvernig við komum fram við hvort annað og hvað er leyfilegt og hvað ekki í raun. Já. Þetta er búið að vera núna undanfarið, þetta snertir allar stéttir og
öll samtök og félagskap að manni sýnist. Eitthvað sem að prestar á Íslandi geta gert til að leiða fólk áfram í þessari umræðu? Verið að gera eitthvað innan prestastéttarinnar sem að svona fólk þurft að vita að í gangi? Ég held að prestar almennt og kirkjur geti gert ýmislegt meira en við erum að gera. Og það hefur verið boðið upp á ýmsa fræðslu, veit ég, ýmsum söfnuðum í tengslum við þessa hreyfingu. Og við prestar, við höfum sjálf verið að fræðast hvort af öðru og fáum veit ég núna góða fræðslu núna mentadögum sem framundan eru í prestafélaginu. Og svo held ég ekki síðast en ekki síst að þá eigum við bara að taka vel á móti fólki sem vil ræða við okkur þessi mál, hlusta á þau sem vita betur en við jafnvel þetta og bjóða bara kirkjurnar opnar fyrir almenna fræðslu frá bara grassrótinni að mínu mati. Við prestar erum ekki alvitur í þessum málum né neinum öðrum og bara mér finnst ég eiginlega að læra mest af fólkinu bara í kringum okkur, í söfnuðunum okkar. Þetta spennandi og gaman að sjá að þetta í gangi og nauðsynlegt að taka á þessu og leyfa fólki að koma og tala þetta. Við erum að koma núna út úr páskum og það sem búið að vera mikill hasar í kringum fermingar. Segðu mér, manstu eftir því þegar þú fermdist? Já, ég man eftir því. Það var rosalega góður dagur. Ég var fermd í Langholtskirkju, það hefur verið 97 og það sko, mér finnst þess að segja alveg óbúslega langur tími síðan, það ekkert rosalega langt síðan og ég man ekkert rosalega mikið eftir fræðslunni, ég man bara mér leið vel í kirkjunni og ég man mjög vel eftir deginum því að sólin skein og þetta var eitthvað svo hátíðlegt og mér fannst ég óbúslega fullorðin þennan dag og ég held að hafi kannski mótað daginn minn aðeins að það var örlítill þrýstingur heima fyrir að sleppa því að fermast. Það var svona svolítið eitthvað í umhverfinu að það væri svolítið töff að sleppa ég bara að fermast og eitthvað svona en ég var alveg harðákveðin í því að ég ætlaði að fermast og tók þetta mjög alvarlega og mér leið eins og svolítið rebel þegar ég labbaði inn kirkjugólfið þennan dag sko. Þetta var ákveðin sem ég hafði tekið en engin annar. Þannig að já, ég var bara mjög kátt og glöð þennan dag. Já. Manstu nokkuð hvað voru svona helstu atriðin sem að þér fannst hjálpa þér að taka þessa ákvörðun svona sterkar? Sko, ég man það að ég var mjög trúið og ég var mjög duglega að biðja barnabænirnar og hafði verið alin uppið það ömmu minni og mér fannst þetta einhvern veginn bara svona skref fyrir trúa mannsku sem var gott að taka. Mér leið svona eins og þetta var að skipti máli að vera að fræðast þessi mál. Ég man það mjög vel að ég var ekkert alltaf sammála prestinum og maður ræða boðir og svona boðarlinn og ég man að ég var með einhverjar spurningar og einhver derring og eitthvað svona. Ég var örugglega ekkert eitthvað fyrirmyndar fermingabarn sko. Og alls ekki alltaf sammála en það sem stóð upp úr eftir þennan vetur var að mér leið rosalega vel í kirkjunni. Og mér leið bara að ég mætti vera svolítið eins og ég var og við þyrftum ekkert alltaf að vera sammála. Það var einhvern veginn svona punkturinn þennan veturinn og ég var rosalega bara sátt ánægð með það. Hvernig finnst þér eins og umræðan vera núna með börn og fermingu og fjölskyldur og maður veit sérstaklega á Reykjavíkursvæðinu að þá þetta mjög svona skipt hvað menn vilja gera. Ert þú að taka svolítið eftir því hjá ykkur í Langholtskirkju hvernig áhrifin af þessari umræðu að fækka í hópnum eða auka staðfestu eða hvernig er þróunin hjá ykkur? Ég myndi segja að þróunin væri á þann veg að fjölskyldur taka því ekki lengur sem sjálfsögðum hlut að barnið þeirra fermist. Það fara fram umræður heima fyrir hvað skal gera og það er jákvætt. Við viljum að það sé þannig. Við viljum að barnið komi fúsum og frjálsum vilja til kirkjunar og taki þátt í þessari fræðslu á opnum hug en ekki bara koma því það á að koma. Og það er svona, ég myndi segja að vera alltaf nokkuð stöðu tala sem kemur í fræðslu til okkar. Þetta við erum alltaf með 60 börn. Það hefur verið þannig undanfarin ár og svona mér sýnist á öllu að þau börn sem koma ekki í fermingarfræðslu það sé frekar að þau kjósi að fermast ekki. Það eru held ég ekki mörg börn í hverjum okkar sem fermast borgarlega þó auðvitað alltaf einhver. En mér finnst það jákvætt að umræðan er að opnast að þetta sé einhvern veginn svona eitthvað sem að stendur til boða en við þurfum ekkert endilega að þiggja en við getum þegið það.
Já. Þau börn sem eru að þiggja og taka þessa ákvörðun, finnst þér þau vera einbeittari í þessari líkt og þú, smá rebel? Ég myndi kannski orða það þannig að unglingar í dag, þau taka einhversu sjálfsögðan hlut. Þau láta ekki mata sig. Þau hafa spurningar, þau eru búin að velta þessu hluti fyrir sér, þau sjá enga þörf til þess að þegja sína skoðanir og það er óslega skemmtilegt. Og fermingarfræðslan, það er fátt sem skerpir trú mína sem prest meira en fermingarfræðslan. Því að þarna þarf ég að svara fyrir hvert eitt og einasta sem ég er að segja þeim og ég er að kenna þeim. Og það er óslega gott. Þau upplifa sjálf að þau hafi eitthvað svona val það, hvort þau eru að mæta eða ekki, og þau, þau taka sér bara ekki sem sjálfsögðu hlut. Þau spyrja og þau eru duglega að mæta og við höfum meira segja lagt mjög mikla áherslu á það í Langholtskirkju og ég veit að það er í fleiri söfnuðum að fermingarfræðsla er eitt og fermingarathöfnin það er annað. Þú getur sótt fræðsluna og ákveðið að fermast ekki af einhverjum ástæðum og það eru alltaf kannski 1 til 2 börn sem þiggja það. En auðvitað er fermingarfræðsla nauðsynlegur undanfari fermingarathafnarinnar. Og okkur finnst mjög mikilvægt að fjölskyldur séu meðvitaðar að þetta stendur til boða að mæta til fræðslunar og læra kristinfræði, en það er ekki þar með sagt að barnið þurfa að fermast. Og það er bara ágætt fjölskyldur velti því fyrir sér yfir veturinn, hvernig þau vilja hátta því. Þegar þú talar að börninu eru svolítið að spyrja, hvað finnst þér vera svona minnisstæðasta spurningin? Það er svo margt skemmtilegt sem þau hafa látið út úr sér, þessi börn. Þau eru mjög upptekin af kraftaverkunum, finnst mér. Ég væri að segja ósatt ef ég segði þér að þau voru öll mjög vel að sér í kristinfræði þegar þau koma. Þannig að við þurfum ofta að byrja svolítið á grunninum og þá koma alltaf upp spurningarna Maríu mey til dæmis. Var hún raunverulega hrein mey? Gerðust þessi kraftaverk með til dæmis 5.000 fiskana og brauðið og svo framvegis. Og þau vilja fá mjög skýr svör, en það eru þau á þeim aldri þar sem þau taka öllum mjög bókstaflega. Og þau vilja fá svör við þessu alveg skýrt. Því er ekki fyrir mig að segja við þau bara þið trúið þessu bara eins og þið viljið eða eitthvað slíkt. Og þá er eina sem ég get gert sem fræðari er að segja þeim svona mínar hugsanir í þessum málum og það sem ég hef lært. Og svo segi ég mjög oft og við gerum það oft í Langholtskirkju örugglega fleiri stöðum bara nú skulum við fara heim og spyrja pappa og mömmu eða heima fyrir og gá hvað þau segja því að það er auðvitað rosalega mikilvægt að fá fjölskylduna með í þessa fræðslu. Og misjafnt auðvitað á heimilunum hvað fólk trúir. Já. Þú segir þau koma ekki eins vel undirbúin eins og börn voru kannski áður með þekkingu á kristinfræðum sem slíkum. Finnst þér siðir almennt hafa breyst hjá fjölskyldum sem tengjast á trúarlegum athöfnum? Hefur þið ekki eftir að jólin eða páskamáltíðin eða páskahátíðin að menn sé að breyta frá því sem hefur verið? Ertu að sjá það? Já, ég held að við sjáum öll breytingar á trúariðkun Íslendinga almennt. Að sjálfsögðu það er þetta með helgina sem fylgir trúariðkun sem hefur breyst og við grínumst með það þó það sé ekkert grína. Við þurfum ofta að setjast niður og byrja á því að læra faðirvorið þegar börnin kom í fræðslu. Vissulega er margt sem að myndi vilja kannski hafa öðruvísi en á móti kemur og það má líta á þess að þannig að það einhvers staðar verðum við öll að byrja og það er ágætt stundum að byrja bara á byrjunarreit, byrja bara fræðslu á byrjunarreit og þá einhvern veginn líka finnst mér oft fjölskyldan jafnvel taka meiri þátt í fermingarfræðslunni yfir þennan vetur. Það eru oft foreldrar sem hafa sjálfur ekki mætt kirkjuna síðan þau voru fermd og eru kannski svona uppgöta hverfiskirkjuna sína alveg á nýjan leik og starfið sem það er í boði og það er oft bara mjög jákvætt og skemmtilegt að upplifa einhvern veginn gegnum þessa fjölskyldur starfið alveg upp á nýtt. Og oft eru talandi svona jól og páska, þá eru fjölskyldur ofta að koma í messur í fyrsta sinn jól eða páskadag í mjög langan tíma bara því að barnið þeirra er í fræðslu og þau vilja vita meir. Þannig að margt hefur breyst en það þarf ekki endilega að vera neikvætt. Við þurfum einhvern veginn bara að mæta því eins og það er. Já. Og þið ætla að vera með núna fermingarkynningu í lok maí. Segðu mér aðeins frá því hvað er að gerast það?
Já, það er nú þannig að í gamla daga eða fyrir á tímum þá var það þannig að fermingar fræðslan stóð í einhverja mánuði og svo voru athafnir að vori. En nú virðist einhvern veginn vera að ég hugsa sér bara því að foreldrar eru skipulagðir, þetta er bara svo skipulagt fólk. Að strax á vori þá eru foreldrarnir farnir að skipuleggja alla næsta vetur fyrir barnið sitt og börnin eru auðvitað upptekið fólk eins og við vitum. Þau hafa ofboðslega mörg áhugamál og eru öll í íþróttum og annað. Að foreldrar vilja á vori vita nákvæmlega hvernig fræðslu næsta vetur er háttað á hvað tímum hún er, hvernig hún fer fram, hvaða dag barnið á fermast og svo framvegis. Og við ákváðum að mæta þessari þörf og hefum gert í nokkur ára. Við erum með bara kynningafund að vori fyrir fermingarbörn og fjölskyldur þeirra fyrir næsta ári raun. Og þá það einhverja magnað að fjölskyldur eru ofta löngu búin að ákveða daginn og búin að sjá einhvern veginn allt fyrir sér og bara strax að hlakka til, þannig að það er bara óslega skemmtilegt. Og að kynnast strax á vorin fólkinu sem við erum að fara að eyða svo næsta vetur með Það er bara alveg frábært að fá að taka höndina á börnunum. Og nánar upplýsingar þennan fræðslufund er hægt að finna á langholtskirkja.is. Já, við setjum allar upplýsingar fræðsluna alltaf á heimasíðuna, en svo sendum við reyndar líka boð heim til barnana í sókninni og bjóðum þeim á þennan fund svona formlega. Ég skil. En það er mikið á dagskrá hjá okkur núna og mikið framundan. Þið eru með stóran söfnuð og mikil starfsemi. Það er að byrja vortónleikar. Segðu mér, hvað er að gerast þar? Já, það er mikið að vera hjá okkur eins og líklega í flestum kirkjum að það er svona vorin að þá erum við að uppskera eins og við höfum sáðu við veturinn og kórarnir okkar eru allir með vortónleika núna. Barnakórarnir eru 27. apríl og kór Langholtskirkju er núna á föstudaginn, núna 13. Og svo verða Nobili tónleika í júní og Graduale er í maí með Eurovision tónleika og ég get talið upp alveg endalaust allt þetta frábæra tónlistafólk er að koma fram og syngja. Það er auðvitað mikil kórahefð í Langholtskirkju og við höfum reynt að styðja við það eins og við getum, við sem störfum við kirkjuna. En svo eru fleiri hópar að svona ljúka starfi sínu fljótlega. Það er eldriborgarastarfi sem heitist alltaf á miðvikudögum. Þau eru að fara í vorferð núna í maí, 9. maí og ferðinni heitið í Borgarfjörðina sem við ætlum að kynna okkur staðhætti og fá okkur kaffisopa í Húsafelli og svona, eitthvað skemmtilegt og það eru alltaf 60 til 80 mann sem taka þátt í þessu starfi og þessari ferð og mjög skemmtilegt að fá að vera þáttakandi í þessu. Já. Og það er eins með líka barnastarfið á virkudögunum og því fer að ljúka núna næstu vikum og það þarf að undirbúa það vel, það þarf að halda kveðjupartí og fá sér frostpinna og svona, faðma alla bless. Auðvitað. Já. Og það er vorhátíð hjá börnunum líka, það ekki? Jú, svo er vorhátíð hjá bara kirkjunni allri, það er 27. maí, síðasta messan í maí og þann sunnudaginn er vorhátíð Langholtskirkju. Og þá er mikið dýrðir, get ég sagt þér. Það er mikið sungið og þá er kvenfélagið með sinn árlega markað sem er stór og mikill og kökusölu og það bara alveg. Og þær eru að safna fyrir bólstrun? Jú, passar. Þær eru alltaf að safna fyrir einhverju og nú ætla þær að láta bólstra öll sæti í kirkjunni sem er stórt og mikið verk og alveg ótrúlegar þessar kvenfélagskonur. Það er ekkert smá. Mikið sem það kom í verk. Það er bara gríðarlega spennandi tímar framöndan. Loka spurningin sem ég er ekki búin að spyrja. Hver er hún og hvernig viltu svara henni? Þetta er flókin spurning. Spurningin yrði líklega hvað er það skemmtilegasta við að starfa í kirkjunni? Og svarið yrði að hver einn og einasti dagur er ólíkur öllum öðrum. Þetta er flott logo. Kæra þakki fyrir. Takk sömuleiðis. Þetta er ekkert smá hvað er að gerast í Langholtskirkju. 6 barnakórar og svo allir stóru flottu kórarnir. En við ætlum núna á næstu vikum að kíkja aðeins inn í Langholtskirkju og fylgjast með því sem er að gerast og öllum þeim undirbúningi sem barnakórarnir þar er að standa í fyrir vortónleikana sína. Og ég hlakka til að sjá okkur næst. Hveð ykkur að sinni, verið bless.